Komiði sæl og velkomin á þessa fjárfestakynningu Síldarvinnslunnar fyrir annan ársfjórðung 2025. Eins og áður þá ætla ég að renna í það helsta úr starfseminni. Kolmunnaveiðar og vinnsla það gengu vel hjá okkur á vormánuðum á fjórðungnum. Líkt og árið 2024. Við vorum reyndar að vinna í aðeins betri verðum og fengum betri niðurstöðu. Við geymdum meira aflaheimildum til haustsins. Það náttúrulega hluta til það. Það meiri verðmæti í kolmannunum inn í haustið, meiri í fyrrtíðunum. Á fjórðungnum vorum við að selja loðnu afurðir vertíðarinnar. Þó hún hafi verið lítil, þá var hún gjöful. Frystitogarinn Blængur fiskaði vel hjá okkur og við erum búin að vera að vinna þar í mjög háum verðum. Sérstaklega inn á fish and chips markaðinn í Breitlandi. Ísfiskskipin hafa fiskað bara gengið vel á fjórðungnum. Aðeins meira fyrir veiðum haft en heilt yfir góðu gangur. Ánægjulegt að segja því að landvinnsla okkar í Grindavík má segja hún hafi keypt í nokkuð svona eðlilegu ástandi miðað við árið áður. Og heilt yfir getum við verið bara mjög sátt við sölu og markaðsmál hjá okkur. Sala bolfiskafurða hefur gengið vel á árinu, verð há í salti og þorskafurðum. Sama má í rauninni segja flesta markaði. Lykiltölur fjórðungsins, við veltum 76,2 milljónir sem hækkun frá 60,3 árið áður. EBITDA fjórðungsins $15,2 milljónir. Var 6,6 árið áður, EBITDA hlutfall 20,8% á móti 10,9. Hagnaður tímabilsins var $5,2 milljónir en árið áður vorum við með $1,9 milljónir í tap. Við veidum 43.000 tonn í stað 50.000 tonn árið áður, þannig að yfir minni veiði. Helgast af því að við erum að geyma hluta til kolmunnakvóta til haustsins inn í verðmætari mánuði. Við framleiddum einhver 18.800 tonn afurðum. Heildareignir samstæðunnar nema $1.075 milljónum. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar sterkt, efnahagur félagsins mjög sterkur, $63,9 milljónir. Handbært fé í lok tímabils $85,5 milljónir. En var $101,8 milljónir áramót. Netto vaxtaberandi skuldir deilt með EBITDA hlutfall hjá okkur 1,6 en var 2,06 áramót. Meðalgengi dollar á tímabilinu var 127,7 en var 139,2 árið áður, þannig að það má í rauninni segja að Trump hefur dálítið með niðurstöðu okkar að segja veikingu dollarans. Ef við skoðum lykiltölur fyrir fyrstu 6 mánuðina, hálft ár, þá vorum við með $158,8 milljónir í tekjur á móti 141,7 árið áður. Við vorum með $38 milljónir í EBITDA á móti 25,8 árið áður eða 23,9% EBITDA hlutfall á móti 18,2%. Hagnaður tímabilsins $12,5 milljónir en var 9,3 árið áður. Við veiddum 79.000 tonn á móti 92.000 tonn árið áður og afurðaframleiðsla var 38.400 tonn á móti 39.900 tonn árið áður. Uppsjávaraflinn hjá okkur var eins og áður sagði 34.900 tonn og þar börkur með 17.100, barði með 7.200 og beiti 9.5. Beitir auðvitað var í slipp hluta af þeim tíma sem að kolmunnaveiðin var hvað sterkust. Við lengdist aðeins slippurinn, þannig að við mistum kannski rjómanum þar. En kolmunn var auðvitað uppistöð að veiða uppsjávarveiðana. Það hollt að skoða alltaf stöðu aflaheimilda í uppgjörum hvað eftir af árinu. Norsk-íslenska-síldin, þá eigum við eftir að veiða 12.000 tonn. Í makrílnum áttu eftir að veiða 14.000 tonn, svo voru geymslur, þannig að við erum búin að ljúka makrílveiðum þetta árið og veiddum einhver 17.000 tonn. Kolmunnin, þar eigum við eftirstöðvar upp á 31.000 tonn til haustsins
Og í síldinni íslensku sem kannski dálítið einkennileg í þessum tölum, þess að við segjum, það úthlutun á okkur 28.300 tonnum en eins og einhverjir ykkar kannski vita þá ákváðu stjórnvöld að úthluta íslensku síldinni tvöfalt innan fiskveiðiári til þess að búa sér til þorskpott inn í strandveiðina til þess að fara á yfirdrátt fyrir komandi fiskveiðiár þar. En hvað það, við eigum eftir að veiða 18.500 tonn af síld en við fengum úthluta inn í síðasta haust vorum við með einhver 14.000 tonn af síld. Þannig að það lítur betur út síldarafli hjá okkur inn í haustið en síðasta haust. Nú, við veitum 60.000 tonn tæp 60.000 tonn á fyrstu 6 mánuðunum á uppsjávarskipin og uppistaðan þar náttúrulega kolmunni nema hvað við veitum 1580 tonn af loðnu á þessari loðnuvertíð okkar. Og þetta auðvitað samdráttur frá árinu áður að því leytinu til að jákvæmt að sjá rekstrarbata í tölunum. Nú uppsjávarvinnslan á öðrum ársfjórðungi, þar tóku verksmiðjurnar á móti 45.500 tonnum í stað 65.000 tonnum árið áður. Uppsjávarfrystingi tók 2.000 tonn, við tókum 2.000 tonn af makríl núna inn í júnímánuð sem hann lendir inn á fjórðungnum sem við tókum ekki í fyrra. Framleiðum 15.200 tonn af afurðum. Nú, ef við horfum á 6 mánaða töluna, þá vorum við með 85.600 tonn í fiskimjölsverksmiðjunum af kolmunna, en samtals 87.500 tonn og við tókum 5.200 tonn í uppsjávarfrystingu, sem 2.000 tonn af makríl og 3.150 af loðnu. Og framleiðum 31.000 tonn af afurðum. Bolfiskaflinn hjá okkur nú nokkuð eins og klipptur á skorinn á milli tímabila, það að segja að við vorum með 9.300 tonn í stað og það bara nánast sama tala á árið áður, það muni 63 tonnum, þannig að jafnara geta nú ekki verið. Nú uppistaðan þorskur sem fyrr, þorskur og ýsa, en erum við með sterka aflaheimildastöðu í þorsku og ýsu. Nú, aflaheimildir hjá okkur, við erum með 15.700 tonn úthlutuð af þorski og áttum eftir að veiða í lok tímabilsins það 1.500 tonn eða 10% af heimildunum. Við fengum 8.900 tonn úthlutað af ýsu og áttum eftir 1.140 tonn þar. Ufsinn var 4.800 tonn úthlutað og áttum eftir að veiða 4.000 tonn þar, 3.900. Þannig að ufsaveiði hefur auðvitað gengið ekkert sérstaklega hjá okkur frekar en öðrum og verður sjást töluvert af ufsaheimildum eftir inn í nýtt yfir fiskveiðiáramót. 950 tonn áttu eftir að gullkarfa af 3.100 tonn úthlutun og 240 tonn gráluðu af 617 tonn úthlutun. Nú á fyrstu 6 mánuðum veitum við 19.800 tonn og það alveg sama þar að þetta nánast sömu tölur á milli ára. Nokkuð bolfiskurinn auðvitað þannig að hann sveiflast minna en uppsjávarfiskurinn. Við erum ekki að sjá alveg þessar dramatísku sveiflur í magni og kvótum. En samt að sjá auðvitað í þessum tölum, þetta séu sömu tölurnar í heildina. Við erum að veiða aðeins minna af þorski, við erum að veiða svipað af ýsu og þá það meira í öðrum tegundum. Síðan skólast aðeins við veiðum meira af frystitogarann og minna á ísvistogarana og svipað á línuskipin á milli ára. Nú, bolfiskvinnslunar hjá okkur á fjórðungnum að tekið á móti 2.000 tonnum í frystihúsinni í Grindavík og 2.000 tonnum í saltfiskvinnslunni. Við framleiðum 3.600 tonn af afurðum á fjórðungnum. Ef við skoðum bara 6 mánaða töluna fyrir bolfiskvinnsluna, þetta náttúrulega vinnslurnar í Grindavík sem í þessum samanburðartölum, við horfum á 2025 og 2024, náttúrulega ekki samanburðarhæft þar sem við vorum í vinnslan lá niður í megni af árinu 2024, en 2025 á þessu ári erum við búin að vera nokkurn veginn í fullum gangi óheft frá áramótum og erum með 4.300 tonn, þannig að það kannski eðlilegt að bera saman 2025 tölunar og 2023 tölunar. Nú saltfiskurinn 4.700 tonn tæpa á fyrstu 6 mánuðunum og hefur gengið vel.
Við erum búin að framleiða 7400 tonn af afurðum, þar af eru 2300 tonn af sjófrystum afurðum af bleng. Nú, reksturinn, ef við förum aðeins í rekstrarreikninginn, þá erum við með 76,2 milljónir dollara í tekjur á fjórðungnum, gjöld upp á 60,3 milljónir dollara og EBIT upp á 15,8. Afskriftir 4,6 milljónir dollara tæpar og rekstrarhagnað þannig 11,3 á móti árinu áður 1 milljón dollara. Þannig að það eru svona umtalsverðar viðsnúningur á milli ára sem auðvitað helgast af því að við vorum að vinna í betri verð uppsjávarmegin. Loðnuvertíðin þó væri lítil kom inn og það er sala afurða þar á fjórðungnum og síðan auðvitað kemur Grindavík mun sterkt inn. Fjármálatekjur og fjármálaskjöldur neikvæð 1,5 milljónir dollara, áhrifarekstri hlutdeildarfélag neikvæð 2,6 milljónir dollara, hagnaður fyrir skatta þannig 7,1 og reiknaður tekjuskattur er 1,9, hagnaður tímabilsins þannig 5,1. Nú, ef við skoðum 6 mánuðina þá verður tekjur þar 158,8 milljónir dollara á móti 141,7 milljónir dollara árið áður. Kostnaður 120,8 milljónir á móti 115,9 árið áður. EBITDA 38 milljónir dollara á móti 25,8 árið áður. Það er umtalsverðar viðsnúningur þarna. Rekstrarhagnaður eftir afskriftir 28,9 á móti 15,6. Fjármálatekjur og fjármálaskjöld á fyrstu 6 mánuðunum eru 2,9 milljónir dollara á móti 3,4 árið áður. Áhrifarekstri hlutdeildarfélaga er aftur á móti neikvæð 8,5 milljónir dollara á móti 433.000 árið áður. Nú, hlutdeildarfélögin í samstæðunni sem að þetta snertir er fyrst og fremst fiskeldisfyrirtæki að sem við eigum 34% í Arctic Fish á Vestfjörðum, en það er náttúrulega búið að vera þungt í fiskeldinu, verð hafa verið lág á laxi og bara eins og kemur fram í fjárfestakynningum bæði íslensku laxeldisfyrirtækina, þá er búið að vera að framleiða lax núna, hver kíló er með við erum að framleiða á -2 evrum. Það helgast náttúrulega bara af því að það er hár kostnaður á Íslandi og verð hafa verið mjög lág á laxi. Sennilega hafa menn framleitt og mikið inn í markaðina, þannig að framboðið hefur meira en eftirspurn. Framboðshlutinn hefur vaxið meira en eftirspurnarhliðin í laxi á heimsvísu. Alls það verið svona gengið vel að framleiða. En Arctic Fish á 9,1 milljón, síðan erum við með lítillega jákvætt út af hlutdeildarfélag Polar Pelagic. Þannig er hagnaður fyrir skatta 17,5 milljónir dollara á móti 11,7, tekjuskattur 5 milljónir dollara og hagnaður tímabilsins 12,5 á móti 9,3. Nú, ef við horfum bara á þessa hagnaðarbrú fyrir fjórðunginn, þá vorum við með 1,9 milljónir dollara í tap á öðrum fjórðungi 2024. Nú, EBITan er 9,3 milljónir dollara betri, afskriftir lækka 950.000 dollara. Fjármagnsliðir taka 224.000 dollara meira til sín, hlutdeildarfélög fara niður 625.000 dollara. Tekjuskattur hækkar 2,2 milljónir dollara, þannig er hagnaður fjórðungsins 5,1. Og ef við skoðum 6 mánuðina, þá vorum við með hagnað á högstu 6 mánuðinu fyrir 9,3 milljónir dollara. EBITan er betri 12,2. Afskriftir lækka 1 milljón dollara. Fjármálatekjur og fjármagnsliðir taka minna til sín upp á 2,2 milljónir dollara. Gengismunur er jákvæður upp á 2,1, síðan taka verðbréf og afleiður til sín 3,8, hlutdeildarfélög eru lækkari 8,1, tekjuskattur hækkar 2,6, þannig er hagnaður fyrstu 6 mánuðina 12,4 milljónir dollara. Hérna sjáum við í hvað liðum þetta sveiflast. Nú, starfsþáttayfirlitið, þar sem við birtum alltaf yfirlit eftir útgerð, landvinnslu og annað. Undir annað erum við með skrifstofu og stjórnunarkostnað ásamt rekstri á fóðurverksmiðjunni Laxá og PTS sölufyrirtæki sem við eigum. Nú, útgerðin er með 78 milljónir í tekjur, landvinnslan 109 milljónir dollara, annað 20,6 milljónir dollara. Eigin afli í jöfnum þar á milli út af eigin afla er 42,5 milljónir dollara, aðra í jöfnunarfærslu 6,9 milljónir dollara, þannig eru seldar vörur fyrir 158,8 milljónir dollara tæpar.
Kostnaðarverð seldra vara í útgerðinni 27,8 og laun í útgerðinni 29,3 tæpar, annar rekstrarkostnaður $955.000, þannig rekstrarhagnaður útgerðar fyrir afskriftir 19,8. Landvinnslan með 109,5 í tekjur, 74,2 í kostnaðarverð seldra vara. Laun þar eru $12,6 milljónir tæpar, annar rekstrarkostnaður $1 milljón, þannig rekstrarhagnaður fyrir afskriftir í landvinnslunni 21,7 milljónir. Nú annað með tekjur upp á $20,6 milljónir, kostnaðarverð seldra vara upp á 18,2, laun upp á 3,7 og annar rekstrarkostnaður upp á $2,3 milljónir. Þannig heildarkostnaðarverð seldra vara tæplega $71 milljónir og laun $45,5 milljónir og annar rekstrarkostnaður upp á 4,3 og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir EBITDA tímabilsins $38 milljónir. Afskriftir $9 milljónir, fjármagnstekjur fjármagnsgjöld $2,9 milljónir. Áhrifarekstri hlutdeildarfélaga eins og áður sagði neikvæður $8,5 milljónir, tekjuskattur $5 milljónir og hagnaður tímabilsins $12,5 milljónir tæpar. Nú EBITDA brúin á fyrstu 6 mánuðum eftir starfshátayfirlitið, þá vorum við með $25,8 milljónir í EBITDA 6 mánuðum 24. Útgerðin betri tæpa $5 milljónir, landvinnslan $6,9 milljónir og annað betra $430.000. Þannig EBITDA 6 mánaðanna $38 milljónir. Nú efnahagur félagsins ég held að megi segja að hann sé sterkur. Við erum þarna með fiskveiðiheimildir upp á $525 milljónir, eða $525,5 milljónir. Við erum með varanlega rekstrarfjármun upp á $232 milljónir tæpar. Eitthvað leiguréttindi á $2,2 milljónir. Þannig erum við með rekstrarfjármuni upp á $233,9 milljónir. Fjárfestingaeignir eignarhlutir í hlutafélögum $139,7 milljónir, eignarhlutir í öðrum félögum upp á 2,5, skuldabréfaeign $119.000. Þannig fjárfestingaeignir upp á $142,3 milljónir. Það náttúrulega uppistaðan eignarhlutir okkar í Arctic Fish og Polar Pelagic. Fastafjármunir samtals eru þannig $901,8 milljónir og hækka á milli ára hækka frá 31.12.2024 $48,3 milljónir og vegur það þyngst eins og í aflaheimildum. Þær fara upp $42,4 milljónir sem má fyrst og fremst rekja til bara þýðingamunar og gengismunar á gjaldmiðlum. En við erum með tölur í dollurum. Við erum með dótturfélög eins og Vísir, Bergvir í íslenskum og Vísir í evrum, þannig að þetta eru svona gjaldmiðlasveiflur innan samstæðunar. Munur innan gjaldsamstæðunar þar sem að dollar hefur í rauninni veikst 12,2% á móti evru frá áramótum. Nú veltufjármunir, birgðir eru 45,2, viðskiptakröfur 33,9, aðrar skandinavískröfur 8,9, handbært fé 85,4, þannig veltufjármunir 173,5 milljónir á móti 206 milljónum árið áður. Þannig veltufjármunir eignir samtals eru 1.075 milljónir á móti 1.059 milljónum árið áður. Ef við skoðum aðeins eigið fé og skuldir, þá eigið fé samstæðunnar í lok tímabils $686,8 milljónir og hækkar $43,8 milljónir á tímabilinu sem aftur stór hluti vegna þessa þýðingamunar sem fer yfir eigið fé. Langtímaskuldir, við erum með skuldir við lánastofnanir upp á $57 milljónir en voru 247 milljónir. Þarna breyting var $190 milljónir. Þetta helgast af því að langtímalán sem við vorum með í áramót eru komin innan
endurnýjun á þeim innan ársins, þannig að þau færast niður í skammtímaskuldir. Leiguskuldbindingar $1 milljón, tekjuskattsskuldbindingar $109 milljón tæpar, þannig eru langtímaskuldbindingar upp á $166,9 milljón. Skammtímaskuldir eru $16,9 milljón við lánastofnanir. Næsta árs afborganir langtímalánum eru $166 milljón tæpar. Reiknaðir skattar ársins eru $4,9 milljón, viðskiptaskuldir 18,7, aðrar skammtímaskuldir 13,7 tæpar og skuldir við tengd félög 1,6. Þannig eru skammtímaskuldir upp á $221,6 milljón og skuldir samtals upp á $388,5 milljón. Eigið skuldir eru þannig samtals $1.075 milljón. En það skal tekið fram þegar við horfum á þessa skuldasamsetningu félagsins að við erum í viðræðum við okkar viðskiptabanka, stærsta viðskiptabanka, og við erum bara að ljúka endurfjármögnun á þessum langtímalánum, þannig að ég vona í næsta uppgjöri eða þar næsta þá verður þetta komið upp aftur í langtímaskuldir. Viðræður ganga vel og enda höfum við ávallt átt samstarf með okkar fjármagnsaðilum, bæði erlendum og innlendum, og þannig að þessi langtímaskuldir eru í frágangi. Það er verið að ganga frá þeim þessa dagana. Nú sjóðstreymið, ef við horfum á það bara hér þá vorum við með $101,8 milljón í upphafi árs á handbæru fé. Veltufé á rekstri eru $38 milljón tæpar. Greiddir vextir og skattar á tímabilinu eru $10,1 milljón. Rekstrartengdar eignir og skuldir taka til sín $22,5 milljón. Fjárfestingarheimildir taka til sín, rekstrartengdar eignir og skuldir bæta við $22,5 milljón. Fjárfestingarheimildir taka til sín $500.000. Fjármögnunarheimildir eru upp á $66,1 milljón. Fjármögnunarheimildir, það er náttúrulega langstærsta talan svo að við greiddum upp langtímalán upp á $47 milljón, pluss það að við erum búin að greiða arð upp á tæplega $17 milljón. Þannig er handbært fé í lok tímabils $85,5 milljón. Nú alltaf gert það af vana mínum á þessum kynningum og alltaf bara að halda því. Þannig er mikilvægt aðeins að stikla yfir hvernig við sjáum markaðina og við auðvitað tölum við okkar markaðsfólk og viðskiptavini og svona setjum niður punkta út frá því. Og ef við bara byrjum að uppsjá markaðnum þá, sem ég sagði á makrílvertíðin sem að ljúka núna, hefur gengið vel og það er búin að vera mikil eftirspurn á okkar helstu öllum mörkuðum fyrir makríl afurðir. Og verð hafa styrkst og verð hafa verið mjög há á makrílafurðum það sem er búið að selja. Þetta er mikið óselt en það menn er að sjá miklar hækkanir í erlendri mynt frá síðasta ári, en á móti kemur auðvitað gríðarlegt fall á dollara á móti íslensku krónunni og eins á móti evrunni, eins og ég áður sagt. Síldin, þarna virðast allir okkar helstu markaðir verið í góðu jafnvægi. En við skulum ekki gleyma því að við erum með þessar afurðir að stórum hluta inn á Austur-Evrópu og við erum að selja mikið inn á Úkraínu, þannig að þó að við segjum hér að menn meti alla helstu markaði í góðu jafnvægi, þá skulum við ekki gleyma því að það er stríð á þessum mörkuðum og átök. En hvað það? Við erum að sjá ánægjulega kvótaaukningu í íslensku síldinni og bara fréttir að síld allt í kringum landið á Grímseyjarsundi allt sumar. Úti fyrir Norðurlandi. Austfirðirnir hafa verið fullir af síld núna í ágústmánuði, en því miður þá hefur náttúrulega fylgt þessari mikli síldargengd blessaður hvalurinn sem að borðar hana eins og enginn sem morgundagurinn og við bara horfum á. En það er ánægjulegt samt að sjá síldarstofninn virðist vera í vexti og sterkur og við erum að sjá aukningu í kvótum þessa árs eins og ég sagði áðan frá síðasta ári.
við metum það svo að það sé vaxandi markað fyrir íslensku síldina og það helgast auðvitað því að hún eini síldarstofni hérna núna sem með MSC-vottun, umhverfisvottun. Þannig að við lítum á áframhaldandi góðar horfur á mörkuðum þarna. Það er auðvitað aðeins að breytast, við erum að reikna með kannski að flakamarkaði muni vaxa á kostnað heilfrystimarkaða. Loðna, það er nú alltaf hægt að tala loðnuvertíð í þessari örvertíð en hérna, það breytir ekki því að það er búið að selja allar þær afurðir sem voru framleiddar í vetur og þær voru seldar á mjög háum verðum, bara að segja alveg svo er. Við erum kannski að býta í þessu úr að vera með örvertíð. Þegar ég segi örvertíð, þá erum við að tala 7.000 tonn í heildina og síldarvinnslan var með 3.100 tonn. Og auðvitað voru verðin mjög há, eins og ég hef sagt hérna síðast. En sá böggull fylgir nú þeirri gleði að við erum að sjá þorskígildistöðlar rjúka upp öllu valdi á loðnu, þannig að við getum horft á að loðnan muni vega mjög þyngt í kvóta samsetningu stærstu félaga á Íslandi ef að kemur góð loðnuvertíð. Og það er svona áhyggjuefni. En heilt yfir að þá eru markaðir eru auðvitað ekki mikið til á mörkuðum. Ég held að menn sé að ná að spila úr sínum loðnur hóknum, 3 ára byrjum. Ég held að það sé nú að klárast hjá mörgum, flestum vonandi. Og ég var nú bara að kveðja hérna úttektarmann og einn kaupanda frá Japan í gær. Og hann kvaddi mig bara með handabandi og hérna fór með bæn með mér það yrði góð loðnuvertíð, þannig að þeir fengi einhverja loðnu til Japan. Þannig að hérna, ég held að það sé nú svona bara dæmi gert það. Ég held að sé vöntun á loðnu inn í markaðan og við verðum að vona það að við fáum loðnu til þess að geta viðhaldið þessum mörkuðum. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt því að auðvitað eftir því sem að lengra líður frá þá auðvitað tapast þessi markaði til lengri tíma. Þannig að það er mikilvægt að við fáum loðnuvertíð. Nú, mjöl og lýsi, það er góð eftirspurn eftir mjöli inn í haustið og mjölverðin hafa bara verið stöðug. Þau svona sveiflast aðeins á milli fjórðunga en þau hafa aðeins hækkað. Lýsisverð, hérna segja sölumenn og við að þau hafa verið stöðug eftir miklu að hafa lækkun í síðasta ári. En okkur finnst þetta ekkert stöðugt að vera búin að selja lýsi á $4.500 til $5.000 og sjá svo verð núna í $2.500. Okkur finnst það engin stöðuleiki og ég vona að við horfum ekki á það sem stöðuleika að sitja á botninum í verði. Skulum vonast til þess að það leiðréttist nú eitthvað aftur en þetta er mikil sveifla á lýsinu. En það skal líka tekið fram að $5.000 verð á uppsjávarlýsi er líka mjög hátt verð í sögulegu samhengi, þannig að vonandi finnum við einhvern punkt þarna á milli. Nú, bolfiskurinn, það er auðvitað búin að vera mikil eftirspurn til að setja sjófrystum afurðum af þorsku ísafjörðum inn á Bretland og verð það auðvitað farið í hæstu hæðir og það er auðvitað áhugjefni líka alltaf oft fylgir það því að þegar verð fara kannski aðeins yfir mörkin að þá kemur oft niðursveifla í eftirspurnina. Það er bara þessi einföldu lögmál framboð og eftirspurnar sem að ráða för. En við höfum samt séð, erum ekki að sjá það ennþá gerast neitt dramatískt í því, en þannig að það gengur bara ágætlega að selja ennþá á Bretland áhugaverðum. Grálúðuverð hafa haldist há, þannig að sjófrystverð á karfa við höfum ekki að sjá þau kannski leiðréttast eða hækka og til jafns við það sem við höfum að sjá í mörgum öðrum tegundum. Ég meina þorskafurðir, bæði saltfisksmarkaðir, feskumarkaður og ýsuafurðir, þeir hafa bara verið mjög sterkir. Og við getum ekki sagt þannig að verð séu há, en það auðvitað helgast einfaldlega því að það er svo mikill niðurskurður á kvótum hér í kringum okkur. Þó að við séum ósátt við þróun þorskstofnsins og viljum veiða meira og ósátt að sjá hann ekki rétta betur úr kvótnum en raun ber vitni að þá held ég að við getum samt alveg Við getum ekki neitað því að við erum samt með einn af sterkari þorskstofnum í dag og þeir sem eru í kringum okkur eins og í Barentshafinu, þar erum við að sjá náttúrulega ennþá dramatískari niðursveiflu í þorski heldur en við erum að sjá hér. Og þetta er auðvitað að ýta undir eftirspurn og bara verð á flestum mörkuðum fyrir hvítfisk. Nú heimsmálin, ég ætla nú ekki að gerast mikill heimsspekingur í því en auðvitað
umræðan tolla og Trump og Bandaríkin sem hafa lagt á íslenska vöru núna, það kannski, við erum ekki að selja mikið af afurðum síldarvinnslunnar á Bandaríkin, þannig að þetta munir ekki kannski hafa teljandi áhrif á skilaðar afurð okkar þar enn sem komið en að sjálfsögðu er þetta áhugjefni fyrir Ísland að við séum að sjá hærri tolla inn á íslenskan afurðir eins og til dæmis í laxinum, heldur en að við erum að sjá inn á Færeyjar eru með lægri tolla, Kanadamenn og svo framvegis, þannig að samkeppnis röskun verður á milli. Og svo erum við líka að sjá þetta mjög háa tolla á þessi eldislönd sem að framleiða mikið af hvítufiski eins og tilapíu og pangasi og svo framvegis. Þar kannski má alveg reikna með því að eitthvað af þeim fiski leiti þá í auknum mæli inn á aðra hvítufiskmarkaði okkar. Þannig að þegar þeir eru svona háir þá kannski fara þeir markaðar að leita inn í aðrar ódýrari vörur. Þannig að auðvitað er ekkert hægt að segja til núna svona skömmu eftir í hvaða matriksa fyrir í gang svona á mörkuðum. En ég er bara að benda á það að þetta getur alveg haft ruðningsáhrif út fyrir Bandaríkin inn á aðra markaði þegar vörur skiptu menn leita til annarra leiða. Nú, staðan og framhaldið, makríluvertíðin gekk vel og undirbúningur í gangi fyrir síldarvertíð sem við bindum vonir við að vera góð. Sala og afhending afurða í fullum gangi og kolmunaveiðin byrjaði bara með krafti núna hjá okkur í íslensku lögsögunni. Við geymdum eins og kom fram á 31.000 tonn. Og auðvitað er ánægjulegt líka, ánægjulegt að við erum að veiða kolmuna núna 7 tíma hérna í burtu og hann er stór og fallegur kolmunur núna, meiri fita í honum. En sögum þess hversu nálægt hann þá ákváðum við að taka inn í frystinguna, manneldisvinnslu á kolmuna, erum að prófa það, erum að tala við kaupendur. Auðvitað er það ekki fisktegund sem að seljast á sömu verðum og aðra tegundir, en við erum að þreifa okkur áfram í því hvort það sé hægt að búa til einhverja aukna verðmætasköpun með því að vinna kolmunan til manneldis, við trúum því, í stað þess að bræða hann í mjöl og lýsi. Nú, skortur á rafmagni og hækkun á raforkuverði, að það er auðvitað, það er dálítið hugleikið að ég get ekki annað en minnst á það. Ég held að Kárahnjúkavirkjun sé búin að vera yfirfalli núna á 3. viku og það er auðvitað, það er í rauninni alveg galið að við sem Íslendingar og við sem þjóð skulum láta vatn renna óbeisla til sjávar á sama tíma og til dæmis fiskimjölsiðnaðurinn sem er stærsti orkufrekasti iðnaður á Íslandi fyrir utan stóriðjuna búinn að kaupa olíu í stórum stíl til þess að keyra fiskimjölsbræðslurnar og framleiða orku. Hjá okkur er þetta 4,5 milljón lítra af olíu sem að bræðslurnar að taka. Og þetta eru skerðingar og svo er búið að setja þannig verðlagning á rafmagnið að það er orðið mun óhagstara heldur en innflutt olía. Og þetta er auðvitað ekki ásættanlegt og við sem þjóð getum auðvitað ekki og Íslendingar getum ekki sætt okkur við þetta og ég tel að þessi staða hafi legið fyrir bara áramót. Vatnsstaða í lónum og annað í hvað stefndi. Og en það hefur engu breytt framboðið eða verðlagningu eða neitt. Menn bara greinilega hafa viljað láta vatni renna óbeisla til sjávar í stað þess að það væri notað á Íslandi. Á sama tíma erum við að flytja inn olíu og nota gjaldeyri í það. Þetta er svona þjóðhagfræði sem ég læri allavega ekki í grunnskóla. Nú, nýsamþykkt lög veiðigjöld, auðvitað munu þau skaða íslenska sjávarútveg, þau munu skaða síldarvinnsluna. Kannski endanlega tölur útreikningar liggja ekki fyrir, en við höfum alveg bent á það áður að þetta er hátt í tvöföldun á einstaka tegundum. Þetta tekur gríðarlega mikið út úr greininni og fjárfestingargetu og framþróun greinarinnar til skamms tíma. Eina og samkeppnisefnin getur átt undir högg að sækja ef við bregðumst ekki við. Hvernig getum við bregðust við? Við byrjum auðvitað að draga saman í fjárfestingum og halda okkur höndum til þess að átta okkur á stöðunni. Við byrjum að horfa inn á við hvar við getum hagrætt í rekstri og gert betur. Og þetta á ekki bara við síldarvinnsluna, þetta eigi bara við íslenskan sjávarútveg. Því að íslenskur sjávarútveg hefur staðið sig vel og til þess að við höldum okkar árangri áfram
þá verðum við einfaldlega að takast á við þetta og það auðvitað ekki sjávarútvegurinn sem ákveður skattlagningu og það skattlagningarvaldið í höndum stjórnvalda hverju sinni en við sem atvinnugrein og mjög mikilvæg atvinnugrein í verðmætasköpun þjóðarinnar verðum að bregðast við þannig að samkeppnisstaða sjávarútvegsins og þar á meðal samkeppnisstaða Íslands skaddist ekki of. Þannig að það býður alveg greinarinnar held ég núna að takast á við þetta. Nú ráðgjöf í okkar helstu nytjastofnum, það samdráttur í þorskkvóta enn eitt árið eins og ég sagði, það auðvitað vonbrigði og það í sjálfu sér ekkert í gögnum sem að Hafró hefur birt okkur sem bendir til annars en að það samdráttur allan ekki nein mikil aukning í kortunum. Nú við fengum upphafsráðgjöf í loðnu og fyrir það ber að þakka en hún byggir auðvitað loðnumælingu 2024 og á eftir að staðfesta nú í haustleiðangri sem að Hafró nýfarið í og við bindum vonir til að þar kom eitthvað jákvætt út. Og eins og ég sagði það jákvætt með íslensku síldina, hún að aukast. Ýsustofninn virðist áfram sterkur en það samt alveg ljóst þegar kemur að ýsunni að við erum að hafa aðeins meira fyrir veiðinu og við erum að sjá aðeins smærri ýsu komin í veiðina sem aldrei gott merki. En þannig að heilt yfir að þá eru bæði jákvæðir þættir í þessu og neikvæðir og þetta neikvætt og umhugsunarefni um þorskinn. Það jákvætt að sjá byrjunarkvóta í loðnu og við bindum vonir til þess að við fáum bara meiri loðnukvóta afloknum haustleiðangri. En það þarf að setjast niður, stjórnvöld verða aðeins að skoða útreikninga á þorskígildstöðlum ef að til dæmis kemur einhver 100.000 tonna loðnuverdi þá held ég að það verði dálítið mikið af þorskígilinu sem að getur sett sum fyrirtæki í vandræði. Það að segja út frá kvótaþaki og samsetning. Nú Arctic Fish slátraði eins og við komum fram í kynningu félagsins og ég hveti ykkur bara til þess að skoða hana, slátraði 2000 tonnum á Q2 sem 58% aukning frá árinu áður og 4.000 tonnum á fyrstu 6 mánuðum, en eins og ég sagði, það samt magnið og eldisþátturinn gengur vel en EBITDA per kíló neikvæð 2,1 tæpar, samanborið jákvæðu 1,82 á árinu 2024 og það auðvitað ekki ásættanlegt. Tap nam 24,4 milljónir evra á fyrstu 6 mánuðum. Niðurfærsla á lífmassa vegur þar auðvitað þungt þegar markaðsaðstæður breytast og verð lækka þá breytist lífmassa útreikningur í því sem verið kvíu. Það kemur þá þarna niður. Nú nýverið eins og þau komum fram í tilkynningu frá okkur, það var ákveðið að hækka hlutafé félagsins $35 milljónir og Síldarvinnslan hefur gefið vilyrði fyrir því að skrá sig fyrir alltaf 40% af því hlutafjáraukningu að hámarki $14 milljónir og þar erum við einfaldlega að verja okkar stöðu innan félagsins auk þess sem að við höfum trú á því að fiskeldi á Íslandi muni eiga sér framtíð. Og við teljum líka að það sé gríðarlega mikilvægt að fiskeldi á Íslandi eigi sér framtíð fyrir bara til þess að viðhalda lífsgæðum á Íslandi. Ég held að við þurfum að auka hér verðmætasköpun. Við getum ekki bara að lifa hvert á öðru og gera ekki neitt. Það eru verðmætasköpun sem að knýr hér hagvöxtinn áfram og lífsgæði okkar, þannig að við verðum að snúa bökum saman í því. En til þess að svo megi vera, þá líka gríðarlega mikilvægt að það náist sátt starfsumhverfi fiskeldis og það nú vinna framundan hjá stjórnvöldum að takast á við lagaumhverfi fiskeldis og ég bara vona það og bind vonir við það að umgjörð verði með þeim hætti að við getum séð fiskeldi sem eitt af vaxtarsprótum Íslands inn í framtíðina og það kemur bæði inn á lagaumgjörðina og ekki síður inn á gjaldtöku greinarnar. Og ég vona bara að menn missi sig ekki þar í einhverja vitleysu. Því eins og ég sýni á rekstrarnum, þetta grein sem ekki búin að slíta barnskonum í raun, í vexti. Við eigum ennþá eftir að fjárfesta töluvert. Og þannig að við stjórn Síldarvinnslunnar lítur á þetta sem tækifæri til framtíðar og ég held að við séum bara mjög sátt við að taka þátt í þessum vaxtarsprota íslensks efnahagslífs. Nú að þessu sögðu þá ætla ég ekkert að hafa fleiri orð. Ef það einhverjar spurningar þá
opið fyrir þær. Einhverjar spurningar? Nú, engar spurningar. Þá náttúrulega væntanlega engin svör, eða það? Þá vil ég bara ljúka þessari kynningu með því að minnast þess að það er ágætis vinur minn og síldhæfnisluðar 70 í dag, Björgólfur Jóhannsson, sem var hér forstjóri í 40 ára. Og við óskum honum allsins besta inn í framtíðina. Til hamingju daginn, Bubbi. En takk fyrir því sem hlýtuð.